Aron, fréttamannafundur að baki, hvernig fannst þér fjölmiðlamennir taka þér? Bara vel, þeir eru fínir hérna bara, ég er vanur þeim, þannig að kom mér ekkert á óvart í rauninni, en þetta verður gaman. Plúsin við þetta er að ég þarf ekki að ferðast neitt. Þetta er bara 20 mínútur frá húsinu mínu, þannig að sem betur fer. Ertu búinn að sýna strákunum bæinn og svona? Nei, ekki ennþá, við komum okkur bara saman áðan, á mæting held ég klukkan 2:30, þannig að það er ekki ennþá, það er kannski smá tími það fyrir á morgun. Hvernig bæri Cardiff? Bara fín, ég myndi allavega halda það, þetta er bara svona, þetta er höfuðborg Wales náttúrulega og þetta er bara fín borg í rauninni, ég fitta mig allavega vel inn og nála sjónum, þannig að mann líður bara eins og maður sé heima. Verður ekki vel tekið af áhorfendum á miðvikudaginn? Já, fyrir eftir hvað margir svona sé áhorfendur, það er bara, ég fer alveg eftir því, en jú, ég reikna með því, en hvað veit maður? Hvernig heldur þessu leikur verði? Vináttuleikir eru oft svona frekar kannski þurrir og leiðilegir tilraunastarfsemi í gangi og svona, má búast því á miðvikudaginn? Við höfum náttúrulega ekkert marga leiki til þess að vera í einhverju tilraunastarfsemi fyrir undankeppni Evrópumótsins, þannig að við erum ekkert að koma í þetta og fara að prófa eitthvað og við erum að fókusera á undankeppnina og bara ná upp okkar spili, þá veit maður aldrei hvað gerist, en við erum ekki að koma inn til þess að slappa af og prófa eitthvað og reyna eitthvað nýtt, sko. Það er bara fókusera á okkur sjálfa og ef það gengur upp þá er aldrei að vita, en við vitum náttúrulega að við erum að spila með sterku liði og erum með leikmenn voruð Gareth Bale og fleiri, þannig að þetta verður virkilega erfið leikur en mjög gott test fyrir okkur sem landslið. Nefnir náttúrulega sérstaklega Bale, það er kannski svona stærsta verkefnið, aðalmaðurinn sem þarf að stöðva. Já, bara hægja aðeins á honum og halda honum aðeins niðri, þá er aldrei að vita hvað gerist, en eins og ég segi, þetta er fínn leikur til þess að koma af frá tapinu á móti Króatíu og bara til þess að koma hópnum upp aftur og fara að fókusera á næsta verkefni, og þetta er náttúrulega búið að langur tími og menn eru búin að náttúrulega bæla niður þessu hugsanir að komast á HM og spila fyrsta leikinu á móti Brasilíu, en það er náttúrulega liðin tíð og við erum í þessu núna og erum að fókusera á undankeppni Evrópumótsins og ef það gengur upp og við náum góðum úrslitum þá er aldrei að vita. Kannski að lokum, þessi riðill sem við drófumst í, má ekki segja að þetta sé þungavíktar riðill? Jú, þetta er virkilega erfiður riðill en eins og ég segi, það byrja öll liðið með 0 stig og ef við náum að fókusera á okkur sjálfir og gera þetta bara á okkar, þá vitum við alveg að við höfum séns í þessi lið, en eins og ég segi, þetta er virkilega erfiður riðill og erfið ferðalög, en við erum ekki að fara að fela okkur bak við það. Við erum komin með reynslu úr nokkur mótu núna sem landslið og þessi ungu leikmenn eru búin að standa upp og eru virkilega farnir að segja til sín og það er bara jákvætt. Núna er ekki tækt að fela sig bak við það, einhver reynsluleysi, en við erum bara, eins og ég segi, við erum flottir og við erum bara að reyna að halda áfram og gera Íslendinga stolta og vonandi náðu því. Og þið eru alveg óhrættir við að setja ykkur hámarkmið og stefna hátt? Já, var ekki þjálfarinn búinn að segja það í fjölmiðlum, þannig að við verðum ekki að standast bara undir það.